Hvernig losna ég við að borga umsýslugjald fasteignasala? Þetta er í raun og veru sáraeinfalt og ekki nema 3 skref sem við þurfum að fara. Í fyrsta lagi þarftu að heyra í eftirlitsnefnd félags fasteignasala og tryggingafélagi viðkomandi fasteignasala og fá vilyrði fyrir því að þú getur undanskilið starfsábyrgðartryggingu fasteignasalans og hafir hann ekki til að gæta hagsmuna þinna, því það er lögbundið og innifalið í umsýslugjaldinu. Í öðru lagi þarftu að sækja um aðgang að fasteignagáttinni á viðkomandi banka. Öll lán í dag eru send í gegnum fasteignagáttina og þú þarft síðan að setja þig inn í raun og veru mál seljanda. Er hann að veðflytja lánin sín, þá þarft að heyra í viðkomandi lánastofnun og passa að lánin fari í gegn því að þú berð ábyrgð á að koma þínu láni í gegn. Ef þetta er til dæmis keðja, þá þarft að heyra í öllum fasteignasalunum sem eru í keðjunni til að vita hvernig á að ráðstafa þínu láni og þegar það er komið ljós þá þarftu að gera skilyrt veðleyfi og ráðstöfun láns og passa allt bara á sína staði. Að lokum þarftu að sækja um aðgang að rafrænum þinglýsingum vegna þess að núna er bara að fara að styttast í að öll skjöl verði þinglýst rafrænt og þá verður aðgang að því líka. En svona til að fyrirbyggja allan misskilning þá rukkum við ekki krónu fyrir að fara með skjölin þinglýsingu og höfum aldrei gert. Ef þú ert með spurningar, heyrðu í mér.